Björgvin G. Sigurðsson sagði af sér embætti viðskiptaráðherra í morgun, forystumenn fjármálaeftirlitsins hætta einnig. Samfylkingin leggur nú ofurþrýsting á forsætisráðherra að Davíð Oddsssyni verði vikið úr Seðlabankanum. 70 mótmælendur börðu potta og trommur fyrir utan ásætti Seðlabankans á Hótel Nordica í gærkvöldi. Komið sæl, klukkan 12 og það komið að hádegisfréttum á Stöð 2 og Bylgjunni. Björgvin G. Sigurðsson hefur sagt af sér sem viðskiptaráðherra. Hann greindi frá þess á fundi með blaðamönnum nú fyrir hádegi. Heyrum yfirlýsingu hans. Ég hef sendt Geir H. Haarde, forsætisráðherra, eftirfarandi bréf. Reykjavík 25. janúar 2009, hæstvirtur forsætisráðherra. Ég biðst í dag lausnar frá embætti viðskiptaráðherra í öðru ráðuneyti þínu. Jafnframt hef ég kynnt ákvörðun mína formanni stjórnar fjármálaeftirlitsins og mun hann segja af sér í kjölfar þessa. Þá hef ég óskað eftir því við stjórn fjármálaeftirlitsins að hún gangi frá starfslokum við forstjóra eftirlitsins og í kjölfarið segi stjórnin af sér. Mér var sýnt mikið traust þegar ég var útnefndur ráðherra í ríkisstjórninni og gekk til verks í fullvissu þess að hún geti nýtt stóran meirihluta sinn á Alþingi til þess að koma fram mikilvægum umbótum. Ég kveð ríkisstjórnina reynslunni ríkari og þakka fyrir góð persónuleg samskipti. Frá því að hinn alþjóðlega lánsfjárkreppa skall á hefur ríkisstjórnin gripið til víðtækra aðgerða til að takmarka tjón heimila og atvinnulífsins og í þessu verkefni var ráðist af brýnni þjóðarnauðsyn til að tryggja að hér myndaðist ekki neyðarástand sem hefði leitt til enn frekari hörmunga fyrir samfélagið allt. Jafnframt þessum bráðaaðgerðum var ljóst að skapa þyrfti nýja samfélagslega sátt þar sem traust ríkir leikreglur og lýðræðisleg vinnubrögð og að lagðar eru línur fyrir íslenskt efnahagslíf og stjórnkerfi. Þetta hefur ríkisstjórninni mistekist að gera. Með ákvörðun minni í dag vil ég axla minn hluta af ábyrgðinni á því. Ástæða ákvörðun minnar er sú sannfæring mín að nauðsynlegt sé að ryðja brautina fyrir uppgjör og uppbyggingu sem byggi á trausti almennings. Forsendur fyrir því að skapa frið og traust í samfélaginu til endurreisnar eru meðal annars þær að stjórnmálamenn og stjórnendur stofnana samfélagsins axli ábyrgð. Það er skoðun mín að stjórn fjármálaeftirlitsins og starfsmenn stofnunarinnar hafi unnið mikið og gott starf við það að stjórna uppgjöri á gömlu bönkunum og leggja grundvöll að nýrri bankastarfsemi í landinu. Efasemdum hlut stjórnar og stofnunar í aðdraganda bankahrunsins verður hins vegar ekki eitt fyrr en öll kurl eru komin til grafar og ljóst er að hvorki mun ríkja friður né traust starfsemina að sinni. Ég tel því rétt að ráðherra bankamála og stjórn fjármálaeftirlitsins víki til þess að skapa nýjar forsendur fyrir árangursríku starfi. Ég óska þér velfarnaðar og sigurs í baráttu við erfiðan sjúkdóm og vona ríkisstjórn og Alþingi takist að ráða fram úr vanda þjóðarinnar á farsælan hátt. Með vinsemd og virðingu, Björgvin G. Sigurðsson. Þetta bréf hef ég sendt forsætisráðherra og gert honum grein símleiðis fyrir þessari ákvörðun minni sem og að sjálfsögðu formanni Samfylkingarinnar og þá hef ég talað í morgun eins og kemur fram í bréfinu við formann stjórnar fjármálaeftirlitsins og forstjórn. Og Björgvin svaraði spurningum fréttamanna eftir að hann hafði lesið upp yfirlýsinguna. Guðný Helga var á staðnum. Björgvin segist hafa tekið ákvörðunina í gærkvöldi og að hann hafi ekki orðið fyrir neinum þrýstingi. Það var ekki þrýst á mig og það hefur ekki verið rætt vikum saman með neinum hætti svo ég hef orðið var við sérstaklega út í samfélaginu. Ég hef ekki rætt þetta mál við neinn forystumann úr hvorugum stjórnarflokkana fyrir núna í morgun. Ég hef ekki átt við formaður Samfylkingar höfum aldrei rætt þetta á þessum nótum og það hafa engar óskir og það borist. Þetta er mín ákvörðun, ég tók hana einn í gærkvöldi. Björgvin segir að með afsögn sinni axli hann ábyrgð vegna bankahrunsins en aðspurður segir hann að mun fleiri beri ábyrgð. Það eru stjórnmálamenn, það eru stofnanir samfélagsins og það eru þeir fyrst og fremst að sjálfsögðu sem ráku fjármálafyrirtækin í þrot en auðvitað þeir sem umgjörðuna skópu ríkisstjórnin núna og ríkisstjórnin fyrri ára. Finnst þið þá fleiri ættu að segja af sér? Það blasir alveg við að til að skapa traust og uppbyggingar
traust fyrir því að við getum byggt hérna upp samfélag og fjármálakerfi og nýjan leik, þá þurfa þeir sem að voru í forystu fyrir þess stofnanir og ýmis önnur embætti að víkja, og það blasir alveg við að fjármálaeftirlitið og Seðlabanki eru þar í algjörum forgrunni. Björgvin hyggst sækjast eftir endurkjöri sem þingmaður. Ég mun núna ganga til minna þingstarfa fullum krafti, hlakka til að hitta mína kjósendur í vonandi opnu prófkjöri í aðdraganda kosningana. Ég mun freista þess að endurnýja mitt umboð af fullum krafti gagnvart mínum kjósendum og umbjóðendum. Þeir meta mín verk. Þá hefur Björgvin tilkynnt ráðuneytisstjóra viðskiptaráðuneytisins að hann afsali sér rétti til biðlauna ráðherra. Starfslok Jónasar F.R. Jónssonar, fráfarandi forstjóra fjármálaeftirlitsins, í höndum stjórnar þess. Og þær fréttir voru að berast að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, fór nú klukkan 12 til fundar við Geir H. Haarde, formann Sjálfstæðisflokksins, á heimili Geirs. En við náðum tali af Ingibjörgu nú fyrir hálftíma fyrir utan heimili hennar ákvörðun Björgvins, en hún segir að hún hafi komið sér á óvart svo ákvörðun. Heyrum þetta. Já, það kom mér satt að segja óvart. Þegar hann hringdi í mig í morgun og sagði mér að hann hefði tekið þessa ákvörðun. Ekki vegna þess að ég veit auðvitað að við sem erum í stjórnmálum veltum því auðvitað alltaf fyrir okkur hvað sé best að gera við slíkar aðstæður sem þessa. En það kom mér óvart, já, vegna þess að hann hefur staðið sér mjög vel sem viðskiptaráðherra að mínu mati. En það sem ég skil mjög vel og með við hann það að hann að búa í haginn fyrir framtíðina. Hann að sjá til þess að það geti orðið hér sæmilegt traust það uppbyggingarstarf sem þarf að fara fram í gegnum viðskiptaráðuneytið og fjármálaeftirlitið. Og ég met það mjög mikil sviðan hann skulle gera þetta, taka þessa ákvörðun einn og óstuttur. Hann að gera kröfu á aðra líka vegna sem nú stendur stjórn fjármálaeftirlitsins upp og vantilega forstöðumaður fjármálaeftirlitsins og þetta hlýtur að snúa kröfunni að Seðlabankanum með miklu skýrari hætti heldur en verið hefur. Óvissa ríkir ríkisstjórnarsamstarfið, en afsögn Björgvins þykir þó hafa aukið líkur á að stjórnin haldi velli. Forystumenn flokkanna ætla að funda stjórnarsamstarfið í dag og Lillý Valgerður Pétursdóttir veit meira þetta. Mikil óvissa hefur ríkt alla helgina ríkisstjórnarsamstarfið og hefur Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður flokksins, fundað stíft með flokksmönnum sínum og baklandi til að ræða málin. Innan Samfylkingarinnar eru skiptar skoðanir hvort að halda í samstarfinu áfram, en nokkur aðildarfélagana hafa ályktað að slíta í því strax. Ingibjörg Sólrún fundaði með formönnum allra aðildarfélagana í gær og fór yfir málin og með stjórn Samfylkingarinnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu mikill þrýstingur innan Samfylkingarinnar á að gerða verði breytingar til að hægt sé að halda samstarfinu áfram. Háværasta krafan sú að Davíð Oddsson seðlabankastjóri víki, en seðlabankastjórn heyrir undir forsætisráðuneytið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þó ekki vilja verða við því. 11 mætti Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra á heimili Ingibjargar þar sem þau funduðu í skamma stund. Stefnt svo að því að Ingibjörg og Össur hitti Geir H. Haarde forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra á fundi síðar í dag. Og hingað komin til okkar Steingrímur J. Sigfússon, formaður stærsta stjórnarandstöðuflokksins, formaður Vinstri grænna. Þín viðbrögð við þessum tíðindum? Já, það nú merkilegast kannski að sjá hvernig þetta ber að. Þetta svo lýsandi fyrir ríkisstjórn í upplausn. Í staðinn fyrir að formenn stjórnarflokkana komi fram saman og tilkynni yfirvegaðar breytingar á ríkisstjórninni eða mannabreytingar í embættum, þá stekkur einn ráðherra fram sem hefur nú haft 110 daga til að verða við kröfunum einhver axli ábyrgð og gerir þetta núna, kannski með það í huga að ríkisstjórnin sé að fara hvort sem eða í öllu falli búið að búa til kosninga, þannig að hann nú ekki að færa svona mikla fórn og ætlar leið að fá prik sem hann kannski fær og Samfylkingin og stilla svo Sjálfstæðisflokknum upp í vegg. Nú komið þið með eitthvað á móti. Þannig að mér sýnist þetta vera í raun mjög lýsandi fyrir það að við erum með ríkisstjórn í upplausn, algerlega kaotísk atburðarás og landið líður fyrir þetta. Þetta verði ekki einu tíðindi dagsins? Gerist ekki eitthvað stórt í dag annað? Jú, ég veist að gerist eitthvað stórt í dag eða nótt eða morgun, þar sé annarkvort hlýtur Sjálfstæðisflokkurinn að þurfa að skoða hvað hann getur komið með á borðið eða þá að Samfylkingin verður að gera það upp fyrir sig. Ætlar hún að bjóða þjóðin upp á þetta áfram? Heldur þú þessi stjórn lifi af þessa sólarhringa? Nei, ég trúi því ekki vegna þess að það er ekki hægt að bjóða upp á þetta og það sjá allir, þetta er ríkisstjórn í mólum og aðstæðurnar eru svo erfiðar að jafnvel þó til skamstíma séð þá verðum við að hafa hérna sæmilega starfhæfa og sterka ríkisstjórn. Þannig að mönnum ber skylda til þess
að reyna að stuðla því að þannig verði það með þjóðstjórn, með minnihlutastjórn, með stuðningi annarra eða hverju því sem að má verða til þess að bæta úr þessu ófremdar ástandi. En getið þið náð saman með samfélgunni? Við erum margbúin að segja það. Við höfnum engum kosti. Við síðast í gær sögðum, við erum tilbúin til að skoða þjóðstjórn aftur, hvað við buðum nú reyndar í byrjun október og gætum við velt fyrir sér hvort það hefði ekki verið gæfulegra. Við erum líka tilbúin að skoða stjórn á þessum grunni sem tilboð Framsóknarflokksins gekk út á að þeir styðji minnihlutastjórn okkar og samfylkingar. En fyrst verður ríkisstjórnin að gera þau fyrir sig hvað hún ætlar að gera. Boltinn í þeirra höndum. Takk fyrir komuna. Takk. Við höfum von á fleiri formönnum stjórnarandstöðuflokkana en við ætlum að fara nú aðeins aftur í tíman, þar að segja til gærkvöldsins, en 70 manns mótmæltu fyrir utan Hótel Nordica, þar sem árshátíð Seðlabankans fór fram. Guðný Helga Herbertsdóttir er með fréttum þetta. Mótmælin hófust 10:00 í gærkvöldi og voru friðsæl en afar hávaðasöm. Fólk barði á potta og trommur og var einn mótmælandi með þokulúður af gömlum togara. Í upphafi voru mótmælendur reknir af lóð hótelsins en þeir tóku sér þá stöðu fyrir utan útibú Kaupþings sem í sömu byggingu. Mótmælin færði svo beint fyrir utan salinn þar sem að árshátíðin var haldin. Í kringum miðnætti tilkynnti lögreglan að árshátíðin væri búin og að starfsfólk bankans væri á heimleið. Þá hélt einn forsvarsmanna mótmælanna stutta tölu og sagðist stoltur af þeim sem mættu og þeim árangri sem að náðist. Ég er alveg rosalega stoltur af þessum Íslendingum sem standa hérna. Því að þið látið ykkur máli skipta máli, ekki svo einmikjandi sem hittu heima. Hann hvatti það fólki til að halda heim á leið og boðaði áframhaldandi mótmæli á Austurvelli á mánudaginn. Stuttu síðar bárust hins vegar fréttir af því að árshátíðin stæði enn og tvíeldust þeir sem eftir voru 30 manns. Klukkan korter í 1 fékk einn mótmælendinn að fara inn á hótelið til að ganga úr skugga að árshátíðinni væri lokið og að því loknu hélt fólkið heim á leið. Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur, er mættur til okkar. Einar, hvað lest þú í þessi tíðindi? Þetta náttúrulega heilmikil tíðindi og ég hugsa að þetta séu þá ekki fyrstu tíðindin í dag. Ég hugsa að nú fari boltinn að rúlla. Björgvin G. greinilega eru þetta kannski að vissu leyti að svona bjarga sinni pólitísku framtíð og færur örugglega prik fyrir það að vera svona fyrstur til þess að stíga fram og segja af sér og axla ábyrgð og tekur fjármálaeftirlitið með sér. Það er spurning hvort þetta sé bara ekki of seint en það allavega er alveg ljóst að það er ákveðin stjórnarkreppa í landinu og það sér ekki fyrir endan á henni og það má velta fyrir sér hvaða þýðingu þetta hefur. Ég hugsa að eins og þið sögðu hérna í fréttum að þetta setur náttúrulega gríðarlega þrýsting á Sjálfstæðisflokkinn að segja ykkur af sér þar og að Seðlabankastjórn verði látin fara. Heldurðu að fá slíkt tíðindi í dag? Það náttúrulega verður að koma á starfhæfri stjórn í landinu, þannig ég held að formenn flokkana og samfylkingin verði að klára þessi mál í dag. Hvort sem að það verður þá þýði áframhaldandi ríkisstjórn, það er að segja þessi stjórn eða einhvers konar þjóðstjórn eða vinstri stjórn eða hvað. En ég held að þessir leiðtogar okkar bara skuldi þjóðinni það að málin verði klárið í dag. En eigur þetta afsögn Björgvins og það að fjármálaeftirlitið stjórnar menn það skuli víkja, finnst þetta auka líkur á því að ríkisstjórnin haldi velli? Já. Er það kannski merkt þess að hún sé í dauðateigum? Já, það er svolítið erfitt að lesa í það og eins og ég segja, það er náttúrulega gríðarlegur þrýstingur á Sjálfstæðisflokkinn að gera þá eitthvað sín megin og ef að Sjálfstæðisflokkurinn bregst einhvern meginn við þessu þá með einhver uppstokkun í ríkisstjórninni og þá að stjórn Seðlabankans víki að þá gæti það auki líkurnar á því að þessi ríkisstjórn muni halda velli. Þannig að með afsöksinni hefur rauninni, af því að boltinn hefur svolítið verið hjá samfylkingunni undanfarna daga og svona hálfgert ráðaleysi þar á bæ, en einhvern veginn þá með þessar afsöksinni þá er rauninni boltinn komin til Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég hugsa við fáum tíðindi í dag þá og rauninni bara verðum að fá okkur tíðindi í dag það hvort þessi stjórn lifi. Þakka fyrir komuna og við ætlum að halda áfram að fjalla mál þessu tengt. En mótmæli gegn eignaspjöllum verða haldin á Lækjartorgi klukkan 3. Tilgangur þeirra er að hvetja fólk til að beita ekki ofbeldi í mótmælum. Ræðumenn verða séra Guðni Már Harðarson, prestur í Lindakirkju, Ásgerður Inga Stefánsdóttir, aðstandandi lögreglumanns, Arnór Bjarki Sárdalskáti og Hafsteinn Gunnar Hauksson, menntaskólanemi.
Og við erum komin með annan flokksformann, það Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins. Þetta eru heilmikil tíðindi sem við erum að fá, þín viðbrögð við þessu? Já, þetta mikil tíðindi og út af þeirri segir sko, skil ég mjög vel afstöðu Björgvins að taka þessa ákvörðun. Ég tel að hún sé eðlileg og rétt, sífellt fleiri upplýsingar hafa komið úr fjármálakerfinu það hvað hefði það verið að gerast og svo framvegis. Þannig að menn hafa örugglega ekki náð að fylgja því eftir sem þarf að ske og þess vegna til ég ákvörðun að rétta. Hins vegar furðaði ég mig svolítið á því að hún skuli bera að með þessum hætti. Það er að segja að forystumenn ríkisstjórnarinnar sé ekki beintengdir inn í málið og komið þá fram með það sem þeir leggja til að vera gert í breytingum á ríkisstjórninu úr því að þessi ferli farin í gang loksins. Já, en hvað heldur að gerist í framhaldinu? Já, ég get svo sem ekki metið það. Við erum náttúrulega að horfa á slíkar uppákomu núna dag eftir dag að það er ekki mjög gott að átta sig á því hver verður niðurstaða ríkisstjórnarflokkana. En hvað viltu að gerist? Ég held að það þurfi virkilega að koma upp úr staða að það sé meiri þáttaka stjórnarandstöðuflokkana þess vegna í þjóðstjórn eða annarri aðkomu til að tryggja það ferli sem framöndan er. Einmitt. Þakka fyrir. Við höfum von á formanni Framsóknarflokksins til okkar og nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kominn til okkar. Velkomin, þín viðbrögð við þessum tíðindum morgunsins. Já, mér þykir nú líklegt að viðskiptaráðherra hafi bara áttað sig á því að þessi ríkisstjórn ætti ekki langt eftir og það verður kannski best fyrir sig að verða fyrri til og fara og líklega mun það gagnast honum pólitískt. Hvort að það gagnast ríkisstjórninni, það er ekki svo vissum. Ég held að það verði ekki aftur snúið þar. Ég var að fá það fréttir núna að Össur, Ingibjörg og Þorgerður, Katrín þar að segja Þetta eru öll komið til Geirs H. Haarde, formenn og varaformenn, nei reyndar þetta eru ekki formenn og varaformenn því að Össur þó að sé nú næsta ráðuneyti þá er hann ekki varaformaður en þetta eru oddvitar stjórnarflokkarnir nú komnir saman til fundar við Geir H. Haarde. Hvað er að gerast þar? Mun þessi ríkisstjórn lifa þennan dag? Já, það er ekki skrítið að ruglist á þessu með Össur og Samfylkinguna, það veitir hún enginn hver ræður þar för og hver ræður næstmestu. En já, eins og ég segi, efast það að hún muni lifa mikið lengur og þá er kannski líklegast að þessu ljúki bara í dag eftir þennan fund en kannski sjáðu ástæðu til þess að reyna að þrauka einhvað áfram en það verður mjög erfitt að halda þessu til fram á kosningu. Hvað þarf, menn segja nú komin ofurþrýstingur á Sjálfstæðisflokkinn sem Samfylkingin að setja að Davíð fari ráðherraskipti. Hvað þarf Sjálfstæðisflokkurinn að gera í dag til þess að þessi ríkisstjórn lifi? Já, eins og þú segir, það er kenningin svo að nú sé þrýstingur, sé búið að koma svarta Petri yfir á Sjálfstæðisflokkinn og ætlast til þess að hann geri einhvað svipað sem væri þá vantanlega að skipta í Seðlabankanum og láta einn ráðherra fara. En það er náttúrulega, slíkt ríkisstjórnar samstarf getur nú ekki gengið lengi þess að menn kasta þessum bolta á milli sín og tínast af henni smátt og smátt fyrir vikið. Svoleiðis að ég held að líklegasta niðurstaðan verði bara svo að þau segja þetta gott að þessu stjórnarsamstarfi. Og hvað tekur það við? Þjóðstjórn eða utanþingsstjórn eða? Það er möguleiki sem hefur verið nefndir á þjóðstjórn, utanþingsstjórn annar möguleiki og svo sá þriðji þessi kostur sem að Framsóknarflokkurinn bauð upp á að verja minnihlutastjórn, vinstri stjórn, Samfylkingar og Vinstri grænna falli fram að kosningum. En miðað þessar aðstæður þá er mjög mikilvægt að kosningar verði sem allra fyrst. Því að ekki 9. maí? Helst fyrir en það, helst í apríl 2021. Sigmundur Davíð, þakka þér kærlega fyrir komuna.